Hvað þýðir það einlega að lifa lífi í trú? Jæja, við ætlum að kafa ofan í nokkra forna texta sem ögra kannski svolítið hefðbundnum hugvindum okkar trúarbrögð. Í þeim finnum við nefnilega ótrúlega kröftugan boðskap sem snýst fyrst og fremst verk. Til að komast til botns í þessu þá planið svona. Við byrjum að skoða ytri helgisiði, förum svo yfir í hvað raunverulegt tilbeðsla skoðum hugmyndina guðdómlega ljósið, veltum fyrir okkur boðskap auðmjögt og endum svo á hlutverki sendiboðans sem salt og ljós. Allt í lagi, hefjum þetta ferðalag. Og allt sem við erum að fara að skoða, það snýst í raun og veru þessa einu stóru spurningu. Hún kjarninn í öllu saman. Allt í lagi, byrjum á byrjuninni. Við þurfum að fara aftur í tíman til spámannsins Jesaja. Hann sá nefnilega vandamál, algengan misskilning það hvernig fólk kjeft að það ætti að þóknast Guði. Hugsum okkur aðstæðnar á 7. öld fyrir Krist. Fólkið í Jerúsalem var einlægilega að reyna að gera rétt. Það meinti vel, það var ekki málið. Vandamálið var bara, fókusinn var á röngum stað. Allt snertist ytri sýningu, ekki það sem raunverulega bjó að baki. Og hérna sjáum við þetta svart á hvítu. Það þessi rosalega andstæða sem Jesaja að benda á. Annars vegar var fólk að stunda mjög sýnilegar trúarátafnir. En hins vegar, í daglega lífinu, ríkti óréttlæti og deilur. Þetta gekk bara ekki upp. Hræsni var algjör. Svo hvað þá til ráða? Það hér sem Jesaja kemur með alveg nýja og satt að segja róttæka sýn og það hvaða tilbiðsla sú sem raunverulega skiptir máli. Hlustum bara á spámanninn sjálfan. Þetta svo beinskeytt að frelsa fólk úr ánægð mikilvægara en á fasta. Þetta gjörbrautir hugmyndinni hvað guðrækni bæði þá og enn þann dag í dag. Og hann lætir það ekki bara liggja milli línuna. Nei, þetta alveg skýrt, þetta áþræfalegt, þetta ekki flókið, þetta snýst að deila með öðrum, veita skjól, klæða þá sem þurfa og sýna samkennd. Þetta raunveruleg samúðarverk og þetta hinn sanna tilbið. Allt í lagi, þannig að verkin skipta máli. En hvað gerist þá? Hver afleiðingin af því að lifa svona? Það hér sem við komum að þessari ótrúlega fallegu og kröftugu myndlíkingum ljósið. Hugmyndin í raun alveg einföld en samt svo djúp. Þegar við gefum af okkur, þegar við sýnum samúð í verki, þá erum að líka eftir eðli Guðs. Við verðum endurspeglun, eins konar mynd af því guðdómlega. Og þetta ekki bara einhver hugmynd, þetta lofurð beint frá Jesaja. Með því að lifa svona með óeigingjörðum verkum, þá brýst okkar eigið ljós fram. Og þessi hugmynd ljósið, hún rauður þráður í gegnum fleiri texta. Kíkjum á það. Og þetta heldur áfram. Þetta ekki bara hjá Jesaja. Hér í sálmunum sjáum við nákvæmlega sömu tengingu, réttlæti og miskunn. Þau það sem lætur ljósið renna upp í myrkrinu. Þetta gegnumgangandi stef. En biðu nú við, hvaðan kemur hratningin til alls þessa? Stundum rekumst við á hugtakið ótti drottins sem getur hljómað svolítið, ógnvekjandi. En það alls ekki það sem að ræða. Þetta snýst ekki hræslu, þetta snýst djúpt traust og virðingu. Jæja, skiptum þá gír, förum núna framar í tíman og kíkjum á Pál postula. Hvernig svona stórum boðskap eiginlega komið á framfæri? Pál postula hafði alveg, óvænta nálgun. Hann taldi að boðskapurinn kæmist ekki áleiðis með valdi eða flottum ræðum. Alls ekki. Þvert á móti. Hann byggði á veikleika, auðmjúkt og einfaldleika. Þversögnin sú að krafturinn liggur í boðskapnum sjálfum, ekki í sendiboðan. Og þetta lykilatriði hjá Páli. Veikleiki sendiboðans ekki galli, hann í raun styrkur. Af því að þá snýst þetta ekki lengur mannin sem talar, heldur kraftin sem býr í boðskapnum. Það það sem hefur áhrif. Allt í lagi. Við erum búin að sjá hvað Jesaja sagði verkin og hvernig Pál hugsaði dreifinguna. Nú komið að því að binda þetta allt saman með orðum Jesús sjálfs og skilja endalegan tilgang alls þessa. Og þessi orð sem svo margir þekkja, þau fann allt í einu svo miklu dýpri merkingu í ljósi allt þess sem við höfum rætt. Þetta ekki bara falleg myndlíking, þetta kall, þetta verkefni. En hvað þýðir það í raun og veru að vera salt og ljós? Hugsum það. Salt ekki til fyrir sjálft sig, það gefur bragð. Ljós lýsir ekki fyrir sjálft sig, það lýsir upp umhverfið. Tilgangurinn að þjóna, að draga fram það góða sem þeirra til staðar í heiminum
og gera það með auðmjúkt. Og þá sjáum við hvernig hringurinn lokast. Þetta verkefni, þetta kall til að vera salt og ljós, í raun bara annað orðalag yfir það að lifa samkvæmt gildum sælubóðana. Að lifa í auðmýkt, friði, miskunn og réttlæti. Allt tengst þetta saman. Og þetta skilur okkur eftir með þessa stóru og kannski svolítið ögrandi spurningu til að íhuga. Ef trú okkar endurspeglast í verkunum þá spurningin þessi. Hvaða ljós verið að sýna heiminum í dag í gegnum það sem við gerum?